Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það upphitun núna fyrir Ólisteild kvenna og já, við verum hérna í loftinu til klukkan 11:30 í kvöld og þeir eru hérna Jóhannes Lange frá Fylki, Ingvar Örn Ágásson frá HK og Lúther Gesson, ritstjóri hjá 51.is handboltasíðunnar. Og nú, já, strákar, þið voru með Hröppu hérna á línunni rétt á hann, bara, eru þið ekki sammála öllu sem hún segir? Já, alltaf. Ég líti upp til Hröppu og hérna, ég alltaf sammála henni. Það var mjög gaman að spjalla á hana og gaman að heyra það. Hún var alls ekki sátt með að vera í fyrsta sæti spá Lúthers. Nei, hún er lært líka að tala svona við fjölmiðla gegnum hann Stefán gegnum Stefán Arnar sko, hann hefur kennt henni þetta sko. Já, hún fór varfærnislega í þetta og bara vel sagt og gert hjá henni og gaman að sjá hann gaman að heyra hann að við spáð stjörnunni í eftir sæti. Ég verði nú að spyrja Jónas Lange rétt svo, þú varst náttúrulega svona aðstoðarþjálfur og varst að þjálfa hann svolítið. Hérna, hún ekki búin að leita stundum ef hún tók við hjá IPVF svona? Lange, hvað á ég að gera núna? Nei, hún nú lítið gert af því, en það þarf hún þess ekki. Hún fullfær að þjálfa sitt lið sjálf, þannig að ég treysti henni fullkomlega þetta. Hún gerði það með miklu sama og ég held að hún verði ofalega í vetur. Já. En já, nú það í bili, við erum komin núna með leikmannstjörnuna Þorgerði Önnu Atladóttur og ég ætla að setja boltan beint yfir á, já, Ingvar Örn Ágásson. Sæl Þorgerður. Komið þær. Hvað segirðu þá? Ég segi bara nokkuð gott. Er það ekki? Jú. Hvernig leggst þetta í þið allt saman, þetta tímabil? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Ég er bara mjög spennt eins og hendi flestir. Já. Nú, ég sá þarna, leikinn, meistarna þarna á móti Gróttu, þau voru grátlega nálægt í að taka þetta. Já, það er heldur bara gaman að byrja tímabilið svona og það hefði alveg getið enda bara megin. Já, gaman að fá bara svona spenni í þetta. Ertu ekki sammála með þessi skandall að Arnar og Svavar hafi ekki stýrt þessu í vítakastkeppni eða? Það er náttúrulega ennþá verið spennað sko. Já, ekki á sannlega galið að vera svona. Það var alveg nóg mikið held ég. Já, það hefði verið gaman að fara í vító. Það hefði verið gaman. En það er kannski leiðilt fyrir þig að það eru vító og þú ekki fengið að taka þátt, þú veist, það er svona. Það er nógu leiðilegt fyrir að. Já, hvenær fáum við að sjá þig á vellinum? Ég bara veit eiginlega ekki alveg. Ok. Það er mjög erfitt að segja til það, en það er búið að ganga bara mjög vel. Já. Og bara eiginlega svona vonum framar og þannig ég var ekkert endilega að reikna með að geta spilað yfir höfuð. Ok. Og svona ég leit bara á þessum blús ef ég geti spilað og verið með og það bara gengið ágætlega en ég er langt frá mínu besta og langt í land. Ok. Eitthvað sem ertu byrjuð að æfa eitthvað? Já. Og kasta bolta eða? Hvað segir þið? Og kasta bolta og? Já. Ég er aðeins að kasta bolta og en ég ætla bara að taka þetta í svona litlum skrefum. Ok. Til að byrja með. Og hvernig hvernig svona líst þér á stemninguna innan hópsins? Er ekki allar bara með eitt markmið og það er að kíkja upp á topp? Ég meina það er ekkert það er allan að væntanlega engin önnur leið heldur en að gera betur en í fyrra? Nei, sjálfsögur það er þreyttar að tapa og í úrslitum og svona og þetta viljum við vinna alla leiki og stefnum alltaf bara á eins og flest allir að vinna okkar leiki. Já. En mér líst mjög vel hann hóp og náum allavega vel saman þó að séum við nokkar nýjar og þetta bara lítið nokkuð vel út og þetta er mjög skemmtilegur hópur. Þetta eru reynslu miklu leikmenn í blandi við, svona unga og efnilega og þetta er bara mjög góð blanda. Já. Það var lítill fugl sem hvíslaði af mér að þið ætluðu að brydda upp á einni mikilli nýjungi í vetur. Nú? Já, það var mikill og góður fugl sem að hvíslaði af mér að þið ætluðu hugsaðu að spila í pilsum í vetur. Er þetta rétt eða? Hver að við fáum sáfugl? Ég veit ekki hvar sá fugl hann gæti verið í þessu stúdíu, ég hef ekki hugmyndið það en hann gæti líka verið einhvers staðar allt annar staðar.
Ég held að við varum vinir í þessu fugli. Já, ég hugsa að það sé hugsalega dautt núna, en hérna, Það er búið að skjóta hana. Það er farið. já, það lítur á löngu farið, Tokka, ég verð að segja, mér fannst þetta, ég sá reyndar, ég sá pils á hann sem að Mett spila í og mér varst það bara hugulegt, sko. Þetta var ókýrlega flott. Já, ég er samanlegar, þú veist, ég var að vinna í golfbúð í sumar, það var verið að selja svona golfpils sem er með svona stuttbuxum innanandi, sko. Eða svona hjólabuxum, þetta er bara, þú veist, þetta er alveg smekklegt, sko, ég ætla að styðja því í þessu. Já, það var bara að vera óskandi að fleiri myndi stiga mísu. Já, við verðum að bara vinna í þessu. Ég er búin að reyna allt mitt besta. Já, vel að fá strákana líka. Það er það hætti. Opna þessu umræðan og svona. Já, Ha, þú mátt færi það. ég skal fara í það, ég kannski en ég bend ég á held að- þig ef það er eitthvað efins og segja að þú sett mikill talsmaður. Ég held að Bissan sé akkurat maðurinn það. Já, klárt. Herðu, Þorgerður, aðeins svona þessi ákvörðun að koma heim. Hún náttúrulega hana snýst náttúrulega aðalega, getur maður rétt ímynda sér bara út af þessum meiðslum og koma heim og ná sér bara í stand aftur. Já, þetta er búið að vera mjög erfitt 3 ár, bæði líkamlega og andlega. Þetta tekur náttúrulega á að fá aldrei að vera með og fá þetta áfallið eftir öðru og það var bara alls ekki auðvelt og mig langaði samt ekki að gefast upp eftir allt sem að ég var búin að ganga í gegnum. Einhvern veginn kom mér í gegnum þessi 3 ár og bara fannst ekki rétt að gefast upp og hætta og þá fannst mér bara alltaf leiðin að koma heim og koma í mitt umhverfi og bara með fjölskyldu og vinnum og það sem mér líður vel og byrja bara svona frá núlli og byggja mig upp og svona reyna þetta í eitt skipti fyrir öll, segir það. En eins og þú segir, eftir öll þessi áföll og svona þegar var svona farið að byrta aðeins til að þá kom bara starra áfall. Voru skórnir bara reynilega aldrei komnir bara í ruslafötuna eða? Jú, ég hendi reynda skónum minni í hlut korsband og hendi ég byrst í rusli. Jæja. Þannig fekk mér samt nýja. En auðvitað, ég viðkenn það alveg að svo hugsun kom upp og okkur ég væri að þessu og það væri greinlega kannski bara annað hlutverk í lífinu ætla mér en svo hugsun var aldrei lengi til staðar og ég var komin mjög fljótt aftur á beinu brautina og með það markmið að komast aftur á handboltavöllinn. Og það styttist bara með, já, það er bara, þú ert búin að ákveða það bara styttist með hverjum deginum að við sjáum þið spila handbolta hérna heima? Já, ég held ég get alveg fallist að það er ekki droslega langt í að ég mæta völlin aftur. Ertu búin að fylgjast mikið með boltanum hérna heima þegar þú varst úti? Já, ég náttúrulega reyndi eins og ég get en á vissilega missir maður af einhverju og en ég fylgst með og ég er líka bara spennt fyrir þessu deild núna þannig ekkert út að brjóta hjá bara mörgum liðum og það verður bara mjög spennandi held ég. En ef þú svona horfir í kringum þig, finnst þér þetta sterk deild? Já, ég held líka bara að það eru náttúrulega færri lið og þá eins og segi, þá má ekkert gerast til einum liðum og það eru mjög góðir leikmenn í öllum þessum liðum og það er bara spurning hvernig þetta spilast allt saman og hvernig meiðsli verða hjá leikmennum og fleira og þá held ég þetta geti orðið bara góður og skemmtilegur handbolti. Hrapa Skóla vildi meina að þið varum með langmestu breytina í deildinu, ertu sammála því? Hún spáði ykkur deildarmeistara Hún spáði ykkur deildarmeistara titli, já. Og Hrapa spáði því? Já. Bara núna í beinni útsendingu rétt á hann? Já, hún tjáði okkur það, hún hefði spáð því í Spáni og spáð fyrirlega þjálfara og já, hún sagði bara orðrétt á hana því að varum með mestu breytina. Er það eitthvað sem er rétt eða? Við erum með ágætt að breyti á og bara eins og, já, mér finnst við bara vera með flottan hóp og en ég ætla ekkert að fara að spá neitt og ekki bara henda boltanum aftur og hressu og spá henni. Jú, þetta er bara mjög vel spilað, þetta er nákvæmlega svona sem við spilum innan leik. Við köstum boltanum aftur heim til föður og svona, það er bara svoleiðis. Við erum með atvinnumann og línni græna. Það er bara mjög vel gert hjá þér. En já, ég held að stjörnuliði verður reyndar í toppárátinu og baráttum titilinn og
eins og IBVF og Valur og Gróttu og hugsaðlega fleiri, Hrafnarenda var á því að þú gætir, hvert lið gæti enda í 1. og 8. seti, það er kannski mikið en ég hugsa að verði fleiri en 2 og fleiri en 3 lið sem verði í mikill í baráttu þarna, ég held að það sé alveg nokkuð ljóst. Já, það lítur allt út fyrir það og sem er bara geggjað. Og það bara, vonandi gerir þetta bara mikið fyrir kvennaboltann og hvetur fólk til að mæta leiki og það er svona mikið spennandi og skemmtilegum leikum og Algjörlega. Og það verður bara alveg flott, það er bara þetta. Algjörlega. Ég allan að taka fyrir mitt leiti hlakka mjög til að sjá þið aftur á vellinum, það er bara svoleiðis. Það er gaman að heyra. Óskar bara, það er bara, Óskar er góðs gengis þegar að því kemur og þetta verður vonandi bara mikil veisla í vetur. Já, takk hérlega fyrir það. Gaman að heyri þér, Þorgerður mín. Já, bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma. Verður sæl. Takk. Okay. Bye. Já, Þorgerður Atladóttir, leikmaður Stjörnunar. Já, það er strákar, ef ég bara spyr ykkur snöggvast, svona eina stærstu nöfnunum sem eru komin aftur inn í deildina. Eru fleiri svona stórnöfni eins og hún búin að koma inn í sumar? Svona í fljótu bræði? Sem er að koma heim, þá er það Þorgerður Anna og Karolína sem er að fyrir IBVF. Já. Það er Íslendingur sem er að koma heim. En Þorgerður, sko, ef hún nær fullum krafti, ef hún nær að spila og verður heil, þá er hún klárlega langmesta styrkingin að mínumati. Já, það er náttúrulega langt síðan hún var bara á fullu og ef hún nær fyrir styrk, þá er það bara, já, þá ætlum ég að segja að þetta sé hugsanlega mjög rétt hjá Hrafnildi, að það sé með mestu breytin ef hún kemur á fullin. Og við erum líka að fá bara flotta erlendaleikmennin, ég er búin að sjá aðeins í kvennaboltanum Lagne verið að fá eina mjög flotta, norska sem lítur bara rosalega vel út, sko. Já, hún er ágætt. Valsstelpur eru með 2 flottar. Já, það eru með 2 flottar, 2 flottar í valsliðinu og svo bara restin er bara svo 12. Nei, ég er að koma. Já, það eru flottir erlendi leikmenn að koma inn í deildina líka. Flott sér rétt en það skipta þar. Já, það er engin spurning, þetta var svolítið þannig að þegar það var skipt upp í 2 deildir og þetta var 8 liða deild og þá gerðu allir þjálfarar sig grein fyrir því að þetta yrði hörku deild bara og hörku bara átt að halda sér deildinni, þannig að öll liðin fór í það að reyna að finna einhverja styrkingar hingað og þangað og einhverjir náður Íslendingum heim og hinnir þurft að fara að leita erlenduleikmennum og erlenduleikmennin sem eru komnir í deildina eru allir virkilega sterkir. Þá er komið allan á næsta óskalegi en næstu viðmælandi okkar verður Tinna Sofía Traustatóttir, leikmaður Selfoss, farið ekki langt. Það er mismunandi hvað Íslendingar hvort þessu konni leiðir á þessu lagi eða ekki, það kemur þá bara í ljós. En þetta er allan óskalegið.